Góðan daginn öll og velkomin. Ég heiti Guðlaug Einarsdóttir og er formaður dómnefndar í þessari hönnunarsamkeppni sem er framkvæmdasamkeppni hönnun 60 rýma hjúkrunarheimilis á Húsavík. Samkeppnin var stafræn og er það í annað sinn sem það er gert hérlendis við hönnun hjúkrunarheimilis. Þetta er hins vegar í fyrsta sinn sem við ljúkum keppni einnig stafrænt, það er með verðlaunaafhendingunni einnig stafrænni. Fyrir vikið geta allir sem áhuga hafa fylgst með beinni útsendingu. Samkeppnin var haldin í samvinnu við Arkitektafélag Íslands. Umsjón með samkeppninni fyrir hönd verkkaupa hafði Framkvæmdasýsla ríkisins, en trúnaðarmaður keppninnar var starfsmaður Ríkiskaupa. Samkeppnin var öllum opin sem uppfylltu skilyrði samkeppnislýsingar. Hún var auglýst í dagblöðum og á vef Ríkiskaupa 27. desember 2019. Auglýsing var einnig birt á EES-svæðinu og skilafrestur var 7. mars 2020. 32 tillögur bárust og voru þar allar teknar til dóms. Formlegi fundir dómnefndar voru 16, en auk þess unnu dómnefndarmenn mikið milli funda. Dómnefnd skipuðu eftirtaldir aðilar auk mín, Anna Birna Jensdóttir, forstjóri Sóltúns, Kristján Þór Magnússon, sveitarstjóri Norðurþings, og þetta voru fulltrúar tilnefndir af verkkaupum. Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands voru Guðmundur Gunnarsson, arkitekt FAÍ, Jakob E. Lindahl, arkitekt FAÍ. Ritari dómnefndar og verkefnastjóri var Anna Soffía Kristjánsdóttir, arkitekt og verkefnastjóri hjá Framkvæmdasýslu ríkisins. Allar tillögurnar 32 bera þess merki að mikil vinna og alúð hafi verið lögð í þær. Í samkeppnislýsingu er lögð áhersla á að keppendur hafi umhverfissjónarmið og vistvæna hönnun að leiðarljósi við útfærslu byggingar og lóðar. Dómnefnd lagði sérstaka áherslu á heimilislegt yfirbragð tillagnanna og þægilegt vinnuumhverfi þar sem byggingin þarf að vera hvoru tveggja í senn, heimili og vinnustaður. Einnig var lögð sérstök áhersla á að hönnun byggingarinnar tæki mið af framkvæmda og rekstrarkostnaði, þar með talið rekstrarkostnaði út frá starfsmannahaldi, þar sem meðal annars er átt við að starfsfólk geti haft góða yfirsýn innan eininga og á milli eininga og að helstu vegalengdir innan hús séu sem stystar. Síðast en ekki síst var horft til þess hvort byggingin félli vel að umhverfi sínu og endurspeglaði vandaða byggingarlist. Dómnefnd leggur til að 3 tillögur hljóti verðlaun, en þær svara að mati dómnefndar best væntingum sem lýst er í samkeppnislýsingu. Dómnefnd leggur einnig til að 1 tillaga hljóti viðurkenningu með peningaverðlaunum og 4 tillögur hljóti viðurkenningu án peningaverðlauna. Þær tillögur sem lagt er til að hljóti viðurkenningu með eða án peningaverðlauna sýna með mismunandi hætti áhugaverðar lausnir eða atriði sem dómnefnd þykir rétt að vekja sérstaka athygli á. Nú mun Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra kynna þær tillögur sem hlotið hafa viðurkenningu eða verðlaun. Sæl verið öllsömul, góðir gestir. Það er sérstaklega ánægjulegt að vera með ykkur hér í dag og náttúrulega tíman að tákna við skulum upplifa þessi tímamót hér á netinu. Þetta er sannarlega ánægjulegt tilefni. Nýtt hjúkrunarheimili á Húsavík er fagnaðarefni eins og öll uppbygging í þjónustu auðvitað alltaf er. En núverandi hjúkrunarrými á Heilbrigðisstofnun Norðurlands og hjúkrunarheimilinu Hvammi duga ekki lengur til. Stækkunar er þörf og nútíma viðmið gera aðrar kröfur til aðbúnaðar þeirra sem þar búa og þess samfélags íbúa og starfsfólks sem tilheyra heimilunum. Þessar kröfur snúast fyrst og fremst að skapa heimili fyrir fólk sem heilsu sinnar vegna geta ekki lengur búið á eigin vegum með viðeigandi stuðningi og þarfnast daglegrar hjúkrunar og umönnunar. Samkvæmt viðmiðum byggingu hjúkrunarheimila sem velferðarráðuneytið gaf út árið 2014 eru áherslur nú aðrar en áður voru settar. Í stað stórra stofnana með sjúkrastofum á fjölmennum hjúkrunardeildum
er gert ráð fyrir litlum einingum fyrir 6 til 12 íbúa. Lögð er áhersla á að skapa aðstæður sem líkjast einkaheimilum eins og kostur er, en leið að mæta þörfum þeirra sem hafa skerta getu til athafna daglegs lífs. Jafnframt þarf aðbúnaður að stuðla að góðum vinnuaðstæðum starfsfólks, meðal annars með framsækin í notkun velferðartækni sem sífellt fleygir fram. Hönnun hjúkrunarheimilis sem fyrst og fremst er heimili ólíkra einstaklinga með heila ævi í farteskinu er einnig vinnustaður annarar kynslóðar. Þarf að sameina þetta allt, kynslóðir og margbreytileika fólks, einkalíf og vinnu. Heimilið þarf að standa undir nafni sem heimili, styðja einstaklinginn til virkni á eigin forsendum og vera honum það skjól sem að hann eða hún hefur þörf fyrir í daglegu lífi. Vel valin staðsetning undir hlíðum Húsavíkurfjalls hefur gefið hönnuðum innblástur fyrir sköpunargáfu sína og spilað misstórt hlutverk í þeim 32 tillögum sem gerðar hafa verið að hönnun byggingarinnar. Að mörgu er að hyggja í hönnun slíkra byggingar og er verðug áskorun fyrir færa og metnaðarfulla hönnuði sem leið leggja sitt að mörkum til að skapa fallegt og gott heimili fyrir þau sem á því þurfa að halda á Húsavík. Nú er komið að því að ég fer hér yfir nokkrar tillögur frá dómnefndinni og ég hef ákveðið að hafa þann háttina á að ég fer hér yfir nokkrar tillögur sem að hafa fengið þá umsögn að vera athyglisverð tillaga, en síðan þegar að kemur nær verðlaunatillögunum mun ég gefa hönnuðum og arkitektum færi á því að segja nokkur orð. Fyrst er hér athyglisverð tillaga númer 14. En höfundurnir eru Rætur, Tiago Sá Lucian Rakovitan, Athena Aradóttir og Margrét Halla Valdimarsdóttir. Dómnefndin segir þessi tillaga er góð tilraun. Á ég að hingra? Já. Það er bara spennan magnast. Nú þyrfti einhver að koma með hvolp. Nú er það fram. Vil ég gefa mig merki þegar maður halda fram? Spurt er hvort Óli geti deilt glærunum. Ég prófa. Já. Er þetta ekki komið til ykkar? Já. Nei. Mér sýnist þetta ekki að hlýja á fundinum. Ertu að ná að deila þeim núna, Óli? Ég er búinn að deila. Já, ok. Það kom. Já, við flettum áfram með þessu. Afsakið þetta. Hér er að ræða
tillögu númer 14. Er þetta að setja hana upp þá eða? Þarna. Höfundar eru eins og áður segir rætur, Tiago Sá Lucian Rakovitan, Athena Aradóttir og Margrét Halla Valdemarsdóttir. Hér segir í umsögn dómnefndar, þessi tillaga er góð tilraun með spennandi form. Er það flett á næstu glæru eða? Já. Setuformið sem liðast upp brekkuna og hefur þakgarða á undirliggjandi hæðum er mjög spennandi nálgun, herbergin eru góð. Og hér segir dómnefnd að sé að ræða athyglisverða tillögu. Tillaga númer 20 sem er Forsfor Architects, Erna Dögg Þorvaldsdóttir, Andreas Lauesen, Lenor Freitas og Janina Hedström og er tillaga númer 20. Í umsögn dómnefndar segir þessi tillaga er góð tilraun með spennandi hugmynd. 4 stakar íbúðaþyrpingar með 2 heimiliseiningum í hverri þyrpingu er spennandi hugmynd. Í hverri heimiliseiningu eru fjölbreyttar setustofur sem hverfast lokaðan miðkjarna. Herbergi með svölum eru góð, efnismeðhöndlun og hlýlegt yfirbragð er aðlaðandi. Þá er það tillaga 22 sem sömuleiðis er talin athyglisverð tillaga. Höfundarnir eru teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og félagar EHF, Gylfi Guðjónsson arkitekt FAI, Jóhann Einar Jónsson arkitekt FAI og Lilja Filippusdóttir landslagsarkitekt FÍLA, samstarf og ráðgjöf Hákon Barðarsson byggingafræðingur BFI og Árni Ólafsson arkitekt FAI, ráðgjöf Víðsjá EHF verkfræðistofa og Jón Logi Sigurbjörnsson verkfræðingur FRVAF. Dómnefnd segir falleg og stílhrein T-laga bygging sem fellur vel að umhverfi, stuttar leiðir innanhús, bæta vinnuaðstöðu og auðvelda íbúum umgengni, skemmtilegt miðjutorg, hjarta sem sameinar ekki bara allar einingar hvorrar hæðar heldur einnig hæðirnar báðar. Loks er það tillaga 2 sem jafnframt er talin athyglisverð af dómnefnd. Höfundarnir eru Arcthing Nordic og Ebla, en Arcthing Nordic eru Elías Beck Sigurþórsson arkitektanemi, Evan Olstad arkitekt, Hallgrímur Þór Sigurðsson arkitekt, Helgi Mar Hallgrímsson arkitekt, Mikael Kleims arkitektanemi og Thomas Larsen landslagsarkitekt. Frá Eblu Guðrún Jónsdóttir hljóðverkfræðingur og Sigurður Loftur Thorlacius umhverfisverkfræðingur. Þessi tillaga fær viðurkenningu fyrir skemmtilega útfærslu á heimilislegum einingum. 5 einingar fyrir 12 íbúa mynda eins konar þorp sem hverfist miðkjarna með fjölbreyttu úrvali setkróka og setustofa fyrir mismunandi þarfir, mjög skemmtileg útfærsla á fyrirkomulagi með tilliti til samþjöppunar þjónustu og almenningsrýma sem skapar bæði góða vinnuaðstöðu og þægilegt heimili í umgengni. Þá erum við komin að þeim tillögum sem að fá hér viðurkenningar. Fyrst sem að tillaga sem fær sérstaka viðurkenningu með peningaverðlaunum eða innkaupum, það er tillaga númer 27 og þetta eru Andrúm arkitektar og það eru þeir Haraldur Örn Jónsson arkitekt, Hjörtur Hannesson arkitekt og Kristján Garðarsson arkitekt. Byggingin er U-laga og uppbrotin, þannig hún fellur vel að aðliggjandi húsum, lega í landi er góð, útlit er yfirvegað samtímis því að vera líflegt. Þessi tillaga leysir að mati dómnefndar best tengslin milli heimiliseininga og norðurgarðs. Á móti er minni áhersla lögð í suðurgarð. Skipulag innanhúss styður við heimilisbragð með vistlegum einkarýmum sem öll snúa að bænum og frábæru útsýni yfir Skjálfanda og Kinnarfjöll. Starfsaðstaða er mjög góð þar sem þjónusturými eru miðlæg og vegalengdir stuttar innan hvers sambýlis. Heimiliseiningar eru allar jafnstórar sem auðveldar mönnun og flæði milli þeirra, auðveldar yfirsýn yfir heimilið í heild, til dæmis á nóttunni þegar mönnun er minni. Heimilið er bjart, auðvelt aðgengi út undir bert loft frá setustofum til að njóta útsýnis og veðurs, tilhögun einkarýma gerir íbúum auðvelt að rata í herbergi sín. Setustofur opnast með glervegg til norðurs í norðurgarð og til suðurs með svölum með útsýni yfir bæinn. Herbergi einkar vel útfærð með setkrókum í útsýnisátt. Við endurútreikninga á stærð tillögunnar kom í ljós
að hún var of stór miðað við samkeppnisforsendur og kom því miður ekki til greina af þeim sökum í verðlaunasæti. En mér langar til að gefa Andrúmi arkitektum orðið ef þið viljið, Haraldur, Hjörtur og Kristján. Erum við konur í samband? Halló. Já, gjörðu svo vel, heyrist vel. Já, takk. Við höfum svo sem ekki mikið að segja, en það er alltaf gaman að sjá allar hinna tillögurnar og við erum búin að sjá svolítið smjörþefinn og bíðum spenntir eftir að sjá hverju við getum óskað sérstaklega til hamingju. Þetta eru margar leiðir til að flá kött. Þannig að bara mjög spennandi og spennandi að fylgjast með áfram. Þakka ykkur kærlega fyrir og þökkum dómnefndinni og verkefna fyrir þeirra störf og þetta var mjög spennandi verkefni að kljást við. Takk fyrir. Takk fyrir það, Andrúm arkitektar. Þá er komið að því að geta þá tillögu sem fékk 3. verðlaun, sem er tillaga 17. Þar eru höfundar A2F arkitektar og teknistofan Storð, en A2F eru Aðalheiður Atladóttir, Falk Kruger, Arína Beladjev og Ásta María Þorsteinsdóttir. Teknistofan Storð, þaðan er Hermann Georg Gunnlaugsson, en heildar yfirbragð þessara tillögu er eins konar þorpsgata sem er brotin upp í smágerðar einingar, falleg aðkoma og ásýnd að hlýlegu húsi. Á hverri hæð eru 2 heimiliseiningar með fjölbreyttum setustofum til norðurs og suðurs og í enda ganga eru viðbótar setustofur. Suðlægar setustofur hafa allar góðar svalir sem auðveldar aðgengi út undir bert loft. Stuttar vegalengdir innan eininga eru til bóta bæði fyrir íbúa og starfsfólk. Síðir gluggar í herbergjum gefa tækifæri til útsýnis bæði liggjandi og sitjandi. Tillagan fellur einkar vel að landi með skjólgóðri suður verund. Til hamingju A2F arkitektur og teknistofan Storð með 3. verðlaun. Má ég gefa ykkur orðið? Heyrist ég ykkur? Heyrist vel, gjörðu svo vel. Þetta er mjög mikið, nema við þakkum bara kærlega fyrir. Kannski bæta við, þetta var mikil áskorun. Landslagið var áskorun og bara byggingamagni líka, en þetta var mjög skemmtilegt einhver síður. Og við erum bara mjög ánægð með þessi verðlaun, þannig að við þakkum bara dómnefndinni kærlega fyrir. Takka ykkur A2F arkitektur og teknistofan Storð og til hamingju með þessi verðlaun. Þá erum við komin að öðrum verðlaunum. Það er tillaga 1 sem fær önnur verðlaun hér og það er teknistofan Tröð. Þar eru Sigríður Magnúsdóttir arkitekt FAÍ, Hans Ólaf Andersen arkitekt FAÍ og MNAL og Laufey Agnarsdóttir arkitekt FAÍ. Tillagan byggir á einfaldri 4 hæða vinkilbyggingu en á hverri hæð eru 2x10 manna sambýliseiningar sem sameinast setustofur, svalir og vaktaaðstöðu. Útlit og yfirbragð byggingarinnar er nokkuð órólegt og ósamstætt. Húsið fellur ekki sérlega vel að umhverfi sínu og stærð þess og ásýnd krefjandi gagnvart nærliggjandi húsum. En góð skjólmyndun sunnan við húsið á fallegu útisvæði mót sólu og í góðum tengslum við fjölnota sal sem gefur möguleika á fjölbreyttri nýtingu og uppákomum er með sérlega góðu aðgengi íbúa hjúkrunarheimilisins. Þessi tillaga hefur fjölbreytt úrval setustofa sem er kostur fyrir mismunandi þarfir íbúa. Svalir eru út frá öllum herbergjum og setustofur og vinnuaðstaða miðlæg. Vaktherbergi er sameiginlegt fyrir hverja hæð sem skapar góða vinnuaðstöðu og frábæra yfirsýn yfir hverja hæð með tilliti til næturmönnunar. Pláss er vel nýtt í sameiginleg rými á hverja hæð fyrir lín og geymslur fyrir hjúkrunarvörur, fjölbreyttir möguleikar og útiveru á svölum og verundum, lóð og aðkoma skemmtilega útfærð og í góðum tengslum við aukarými sveitarfélagsins. Til hamingju með þessa tillögu teknistofan Tröð og þessi önnur verðlaun, má ég gefa ykkur orðið? Já, takk fyrir og til hamingju Húsavík með að vera að fá nýtt hjúkrunarheimili. Þetta er búið að vera mikil og áskorun að púsla saman þessu hjúkrunarheimili í mjög ögrandi umhverfi, þannig að við bíðum bara spennt eftir því að sjá fyrstu verðlaun og óskum þeim innilega til hamingju.
Takk fyrir. Takk fyrir Tæknistofan Tröð og til hamingju með önnur verðlaun. Þá komið að fyrstu verðlaunum en það tillaga númer 13. Höfundar eru Arkís arkitektar, þau Birgir Teitsson arkitekt FAI, Sara Axelsdóttir arkitekt, Rebekka Pétursdóttir arkitekt, Erna Þráinsdóttir arkitekt, Aðalsteinn Snorrason arkitekt FAI, Arnar Þór Jónsson arkitekt FAI, Björn Guðbrandsson arkitekt FAI, Svava Björk Bragadóttir byggingafræðingur BFI, Viggó Magnússon byggingafræðingur BFI, Þorvarður Lárus Björgvinsson byggingafræðingur BFI og ráðgjafi Mannvit. Tillagan einföld og frekar lágstemmd. Hún uppbrotin í formi og fellur vel að landi og aðliggjandi byggingum. Tillagan leysir á sannfærandi hátt flestar þær kröfur sem koma fram í samkeppnislýsingu. Hún jafnframt hugmyndarík og býður upp á marga möguleika. Skipulag heimiliseininga styður við heimilisbrag með vistlegum einkarýmum fyrir hvern íbúa sem snúa flest að bænum og frábæru útsýni yfir Skjálfanda og Kinnarfjöll. Starfsaðstaða mjög góð þar sem þjónusturými eru miðlæg og vegalengdir stuttar innan hverrar deildar. Heimiliseiningar eru allar jafn stórar og hönnun þeirra auðveldar mönnun og flæði milli þeirra, þar með talið yfirsýn yfir heimilið í heild sem bætir vinnuaðstöðu til dæmis á nóttunni þegar mönnun minni. Heimilið bjart, auðveldar aðgengi út undir bert loft frá setustofum til að njóta útsýnis og veðurs og tilhögun einkarýma auðveldar íbúum umgengni. Herbyggi íbúa með setglugga og franskar svalir eru einkar vel heppnuð, snúa öll mót birtu og góðu útsýni. Sjónræn tengsl og bein tengsl byggingar við útisvæði góð. Stórir gluggar snúa að garðsvæði norðaustan við bygginguna og hægt að komast beint af hverri heimiliseiningu út á garðsvæðið. Þannig garðurinn virkur og góð félagsleg tengsl eru milli heimiliseininga norðurgarðinn. Kostur að geta fylgst með síbreytilegum árstíðaskiptum garðsins frá setustofum stóra glugga. Garðsvæðið fjölbreytt meðal annars með gróðurhúsi og skipulagt eftir hugmyndafræði gagnsemi útivistar og að vinna með gróður til að auka lífsgæði. Í heildina býður tillagan upp á fjölbreytt líf og ólíka snertifleti innan heimiliseininga, milli þeirra og úti og innirýma. Arkitektar til hamingju með fyrstu verðlaun í þessari samkeppni og ég gef ykkur orðið. Gjörðu svo vel. Sá sem á verðlauna hafa getið vinsamlegast unmutað og hérna. Það komið núna, heyri ég okkur? Flott, gjörðu svo vel. Og heyri ég okkur. Heyrðu, takk hérlega, við tökum bara stolt við þessu og fyrir hönnateymisins, Arkís og Mannvist, takkum við stofnendinni fyrir að veðanlið tillöguna okkar. Og eins og ég segi, tökum stolt við og við lítum á þessu spennandi verkefni framöndan og þróa áfram þessar hugmyndir sem voru í samkeppnislýsingunni og þessum hugmyndir sem við komum með inn í samstarfi við bæði starfsmenn og aðstandendur heimilisins, heimafólks. Þannig að við hlökkum bara mikið til að koma norður og hefja hönnun og svo svona í ljósi þessar tíma sem við lifum þá nú kannski að við unnum mikið með bæði staðsetningun í landi og útsýni að þá skrifa ég hérna að í ljósi þeirra tíma sem við lifum við núna kannski málið að kíkja meira inn á við en samt mikilvægt að halda í draumsýnina sem það gefur að kíkja yfir á Kinnarfjöll og Skjálfanda og þeim tækifæri sem bíða handa við hornið. Þannig að við erum að vonast til að okkur hafi tekist að fylla íbúana Gróttu og bjartsýni. Takk fyrir okkur. Þakka ykkur fyrir ykkar framlag og ykkur öllum þáttakendum í þessari samkeppni. Áður ég gef Kristjáni Þór sveitarstjóra Norðurþings orðið þá langar mig aðeins að fara bara yfir nokkrar staðreyndir í málinu, tölur og svo framvegis þannig að við séum öll klára því hvað framundan. Hér að ræða 60 rýma hjúkrunarheimili sem leysir af hjúkrunarrýmin í Hvammi og á Heilbrigðisstofnun Norðurlands og bætir við 6 rýmum. Þetta samstarfsverkefni ráðuneytisins og sveitarfélaganna. Ríkið greiðir 85% í byggingakostnaði og sveitarfélögin 15%.
Kostnaður við verkið í heild áætlaður ríflega 3 milljarðar króna. Hjúkrunarheimilið sjálft verður 3.900 fermetrar og svo bætist við tengibygging við gamla Hvamm og samkomusalur og fleira þar sem sveitarfélagið ætlar að bæta við þá byggingu. Útboð í framkvæmdir verður auglýst snemma ársins 2021 og verklega framkvæmdir sumarið 2021. Gert ráð fyrir að heimilið verði tekið í notkun í árslok 2023. Það sérstaklega ánægjulegt að vera með ykkur hér í dag og tilkynna þessar niðurstöður vegna þess að það er rétt eins og með Skjálfanda og Kinnarfjöllin að lífið heldur áfram og við þurfum að halda áfram að gera áætlanir og plön. Þjóðin heldur áfram að hafa þörf fyrir hjúkrunarrými og hjúkrun og umönnun á efri árum. Eldra fólkinu fjölgar með hverju árinu sem líður og við þurfum að gera vel við þær kynslóðir sem hafa byggt upp landið og samfélagið okkar. Gangi okkur öllum vel áfram. Kristján Þór, gerðu svo vel. Ráðherra, hönnuðir og aðrir góðir gestir sem horfið á þessa athöfn gegnum veraldarvefinn. Mér sýndist að vera næstum 150 mann sem að fylgjast með okkur hérna í dag gegnum YouTube og þannig að ætla sé ekki allt í allt örugglega 200 mann sem að fylgjast með en það verkefnið framöndan gríðarlega spennandi. Það er auðvitað eins og komið fram hér hjá ráðherra, sérlega ánægjulegt að vera með okkur hérna í dag á þessum uppskeru degi. Það er gleðidagur hjá okkur Þingeyingum því að hér hefur verið svipt tölu af því hvernig nýtt hjúkrunarheimili á Húsavík mun koma til með að líta út í framtíðinni. Það eru satt best að segja forréttindi að vera í þeirri stöðu að hafa aðkomu að meta bestu tillöguna af þeim 32 sem að bárust í samkeppnina uppbyggingu þessarar samfélagslega mikilvægu byggingar sem að rísa mun á Húsavík. Og fyrir það er vert að þakka öllum þeim fjölmörgu aðilum sem sýnt hafa samkeppni þennan mikla áhuga og sent inn metnaðarfullar tillögur á úrlausnum. Þannig ég færi ykkur öllum innilega þakkir okkar Þingeyinga fyrir það. Og í því COVID-19 kófi sem að ríkt hefur hér á landi og í heiminum öllum, þá er það sérstaklega ánægjulegt að það liggi nú fyrir hvernig verður hlúið að elstu íbúum svæðisins til framtíðar. Eðli málsins samkvæmt eru íbúar hjúkrunarheimilis afar viðkvæmur hópur og ég er ekki nokkrum vafa að ný bygging til samræmis við það sem hér hefur verið kynnt mun búa öllum eins gott ævikvöld og mögulegt er. Við erum að fara að sjá uppbyggingu heimilis sem að tekur mið af þörfum nútímans með tilliti til þeirrar grundvallar velferðarþjónustu sem að hvert samfélag óskar sér að geta veitt. Fyrir þessu verkefni hafa Þingeyingar talað í árafjöld og það er því mjög mikil ánægja með framganginn sem við erum vitni að í dag. Nú er bara að láta hendur standa fram úr ermum, hanna verkefni til hlítar, framkvæma til samræmis við það svo að íbúar svæðisins megi njóta þjónustu á nýju hjúkrunarheimili innan fárra ára. Nú að lokum héðan þá vil ég bara þakka fulltrúum í dómnefnd fyrir fagleg og velunnin störf og gott samstarf sem og heilbrigðisráðherra og hennar góða ráðuneyti fyrir vasklega framgöngu í málinu öllu á undanförnu ári. Sömuleiðis auðvitað eins og ég kom inn á hér áðan öllum þeim fjölmörgu sem að sýnt hafa þessari keppni svona mikinn áhuga og fyrir að senda svona margar tillögur inn þannig að dómnefnd hafði sannarlega úr vöndu að ráða. En niðurstaða liggur fyrir og ég sendi ykkur öllum góða kveðjur hérna úr sólinni á Húsavík og þakka fyrir mig. Já, takk fyrir þetta Kristján. Fyrir hönd dómnefndar vil ég óska verðlaunahöfum, öllum og viðurkenningarhöfum til hamingju með niðurstöðuna og ég vil þakka fyrir hönd dómnefndar öllum þáttökundum fyrir þáttökuna. Hver svona samkeppni mun slípa til betur og betur hvernig hjúkrunarheimili eru best hönnuð og þau hljóta því alltaf að verða betri og betri með nútíma viðmiðum og viðhorfi til hjúkrunarheimila sem heimila. Ég vil einnig þakka dómnefnd fyrir velunnin störf og síðustu vil ég minna á að niðurstöðu dómnefndar, dómnefndar niðurstöðurnar
bók upp á 70 síður, liggur á vefsíðu Norðurþings, norðurting.is núna, þar sem þið getið skoðað allar tillögurnar og fleiri myndir af vinnings- og viðurkenningartillögum. En þá slít ég þessum fundi núna. Takk fyrir öll.